Ég heiti Ólafur Þór Gunnarsson og þingmaður á Alþingi Íslendinga og einn af flutningsmönnum á frumvarpi umskurð drengja eða breytingu á almennum hegningarlögum þar Já, og hvað á ég að segja? Þú mátt gjarnan segja ykkur aðeins frá nokkrum meginatriðum þess sem þú varst að leggja fram, ástæðum þess að þið leggja fram þetta frumvarp. Megin tilgangur flutningsmanna að með frumvarpinu séu tryggð réttindi barna og réttindi meybarna og drengja séu tryggð með sama hætti í lögum og eins og raunar stjórnarskráin mælir fyrir og einnig að fylgja þeim leiðbeiningum sem Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna segir að það eigi ekki að gera aðgerðir eða inngrip hjá börnum sem eru óafturkræf, öðru sem að þau fái tækifæri til að segja það sem að þeim finnst aðgerðina eða inngripið. Ég hjó eftir að þú sagðir á glærunum þínum ekki aðgerðir að nauðsynjalausu eða ónauðsynlegar aðgerðir og svörin hjá öðrum frummælendum voru meðal annars að fyrir okkur þetta hins vegar mjög nauðsynlegt. Þannig ert þú eingöngu þá að tala læknisfræðilega nauðsynlegt. Þú telur að rök trúarbragðanna, gyðinga og múslima gerir þetta ekki nauðsynlegt. Nei, ég hef fullan skilning á þessum rökum trúarbragðanna, það að segja öll trúarbrögð hafa mismunandi aðferðir við að skýra eða draga sína fylgjendur inn í trúna. Það getur verið með umskurð eins og í þessu tilfelli, það getur verið með skírn eins og í tilfelli kristninnar og svo framvegis. Eini munurinn að þessi aðferð óafturkræf og við erum alls ekki að banna það að fólk eða drengir láti umskera sig þegar þeir geta sjálfur sagt innlega hvort þeir vilja það ekki. En við viljum ekki að þessi gerðar óafturkræfar aðgerðir á börnum án þess að þau fá nokkurn tímann tækifæri til að spyrja. Og ástæðan líka svo að með því að ef að við tökum þau rök gild að það liggi trúarleg rök fyrir því að umskera börn, það er að segja að öðruvísi getur þau ekki tekið tiltekna trú. Að á sama hátt þá myndir vera að segja að með því að umskera þau að þá fyrirbyggjuru að þau getur tekið aðra trú. Ef þau vildu það síðar sjálf á lífsleiðinni. Þannig að þú ert í rauninni að taka tækifærin frá börnunum til þess að velja. En þetta heldur nú reyndar ekki alveg Þau geta alveg tekið aðra trú og þau geta líka verið gyðingar í rauninni þó þessi umskornir hafi eitthvað leitt til þess. Þannig að það heldur ekki alveg. Nei, nákvæmlega, það er nefnilega það sem ég er að segja. Þessi rök halda engu vatni. Það er að segja, þau halda engu vatni annars vegar að eina leiðin til þess að geta verið gyðingatrúar sé að láta umskera sig, en á sama hátt að þá ertu í raun með því að velja fyrir barnið með þessum afgerandi hætti þetta snemma á lífsleiðinni þá ertu í rauninni að takmarka þá valkosti sem barnið hefur síðar á lífsleiðinni. En það eru fjölmargir kristnir umskornir, hún hefur ekkert með það að gera hvorki til né frá. Þannig að ég get eiginlega ekki alveg séð hvernig þetta á að takmarka trú þeirra á þann hátt í framtíðinni. En það sem þú kemur að með kristin börn og sem eru umskorin, sem eru víða, þau eru umskorin sennilega í flestum tilfellum af einhverjum menningarlegum ástæðum. Þar sem að menn hafa trúað í einhverju leita vegna að þetta hefði eitthvað með heilbrigði eða hreinlæti eða eitthvað þess að gera. En þau rök halda bara ekki vatni þegar þau eru skoðun ákvæmlega og í rauninni einu svona alvarlegu læknasamtökin sem að hafa tekið undir það sjónarmið eru bandarísku barnalæknasamtökin að nokkru leyti en flest barnalæknasamtök til dæmis á Norðurlöndum eða í Evrópu eru á annarri skoðun.